Einar, sigur í hörkuleik Laugardalshöllinni í kvöld. Hvað er að skapa þetta fyrir þína drengi? Já, það er stórt spurt. Það er ýmislegt. Mér fannst við heilt yfir bara góðið sóknarlega. Við nýttum okkar styrkleika vel á löngum köflum. Þar að segja, mér finnst þeir eiga erfitt með ákveðin matchup á móti okkur og bakvörðurinn okkar á blokkinni, Magic, Raggi, gerðu vel. Emil flottur í fyrri hálfleikum. Tóbin náttúrulega outstanding, skora mikið fyrir okkur. Ég var hrikalega ánægður með hald okkar að hann létti mikið á Tóbin í seinni hálfleikum að koma boltanum upp og gerði það vel. Greta skilar okkur 12 stigum á ekki mjög mörgum mínútum og mjög effektív. Þannig að mér finnst það bara liðið sigur þar sem allir voru að leggja í pókið og margt sem að skila þessu en við viljum spila betri vörn heldur en kannski við gerum. Það voru svona óþægilega margir feilar. Þeir eru komnir upp 10-12 og þeir fara að vera svona pínu viltir og á sama tíma mjög aggressífir varnarlega og svona hefðum kannski mátt vera pínulítið klókar í þeim aðstæðum. Eins og segir, voru konir einhverjum 10 stigum eða eitthvað framúrlega undir lokin. En hleypið þessu upp í leik aftur, er það áhugaðrið fyrir þér? Já, við kynum það alveg. Það er náttúrulega óþægilegt og gerði það verkum. Þetta náttúrulega var bara down to last second en það er bara eitthvað sem við lærum af. Það var margt mjög gott sem gerði það verkum að við komum í þessi 10-12 stig og sem að leggja náttúrulega grunn að þessu. En jú, auðvitað náttúrulega áhyggjefni. Ég sofna alveg í kvöld sko en þetta er bara hlutur sem við skoðum vel og reynum að læra af. KR í úrslitaleik á laugardaginn. Það er rematch-spráði fyrra. Þið ætlið að gera betur. Já, við ætlum að koma hérna á laugardaginn til þess að... Farið í þann leik til að sigra allavega? Við ætlum að fara til að vinna hann, já. Ykkur hefur nú gengið ágætlega á móti KR í vetur? Já, Jón Sarnórs lausum KR-ingum gekk okkur vel á móti og það er besti körfuboltamaður í Íslandssögunnar, þannig að það er svolítið mikill munur á því liði og KR-liði sem við spilum við á föstudaginn í síðustu viku. Það er það sem við erum að miða við. Við erum ekki að miða við leikinn í fyrra. Þetta Þórslið er annað og að mínum að þetta er betra Þórslið. Og Að sama skapi mætti kannski segja að KR-liðið væri komið skemmra á vegi að spila sig saman. Jó, vissulega. Það er alveg punktur og þessi leikur á föstudaginn er svona kannski ákveðið við mig og mér fannst margt mjög gott í þeim leik þannig að ég vil trúa því að við þurfum ekkert að kollvarpa einhverju í okkar leik til þess að standast snúninginn og ég held ég trúi því bara að við nálgumst þann leik með öðrum hætti í fyrra. Í fyrra vorum við rosalega stoltir af því að vera komnir og fyrsta skiptið og allt það, hörkuleikur, jafn leikur í hálfleik og allt það. Nú kannski mætir græni drekinn með væntingar? Já, og það er meiri lífsreynsla til staðar heldur en í fyrra. Við erum búin að koma hérna áður og við vorum að spila hérna í kvöld sem að mér langar að trúa að þessi leikur hjálpa okkur þó að menn séu þreyttir núna og það eru við sem að getum farið og hent okkur. Það er eitthvað ég sem bara fer í ísbarið en ég veit að mínu menn mæta hérna ferskir á laugardaginn og hungraðir í það að standa sig hérna í þessum stærsta stakanleik ársins. Þannig að þú segir stutt í þennan úrslitaleik. Hvað gerir það á morgun? Er það Bláa lónið eða? Nei, það er best að vera bara í Þorló sko. Þar erum við bara með eina bestu íþróttaaðstöðu landsins og nýtum okkur hana að sjálfsögðu og það verður létt. Það verður bara svona recovery að svona koma skroknum í þokkalegt stand og tökum fund og kíkjum á vídeo og þetta er náttúrulega stuttur tími. Það er töluverð vinna framundan, bæði okkur Baldri í vídeóinu og svo bara strákunum í að hugsa vel um sig en við leggjumst allir á eitt með það að gera það eins vel og kostur er og vitum sem er og hugum okkur við það að KR hefur ekki nema bara þessa 3 klukkutíma fram yfir okkur í þeim eftir. Þeir eru líka að vinna mikið og voru náttúrulega erfiðleik í dag, miklu erfiðleik heldur en kannski þjóðin hélt að vera. Takk fyrir að ganga vel.